Í þessu myndbandi ætlum við að búa til merki á gæludýr. Við ætlum að gera formið frá grunni, en það er líka hægt að sækja á netinu og breyta því. Ég ætla að taka hér ferning, toga hann aðeins til. Nú er ég bara að spila eftir auganu, hvernig finnst þetta eigi að líta út. Ég ætla að hafa hann í laginu svona eins og bein. Íti hér á duplicate til þess að tvöfalda, hann sé nákvæmlega eins. Svo held ég henni shift og drega niður, þá fer hann ekki til hliðana, heldur einungis beint niður. Svo vel ég þá báða, nota örvarnar á lyklaborðinu til þess að færa þetta neðar. En ég vil vera nákvæm, þannig að ég held henni shift og vel alla hlutina mína. Íti hér á align takkan, íti á svarta punktinn lengst til vinstri. Svo lækka ég hæðina og að lokum festi ég þetta allt saman og breyti þetta lit, þannig ég sjá þetta svolítið betur sem ein heild. Nú vantar hinn helminginn. Þá ætla ég að duplicata og spegla, segja í hvaða átt ég ætla að spegla, þannig ég íti á örvarnar, vel annarkvort hlutinn og nota svo örvarnar á lyklaborðinu til að færa það til hliðar. Þegar hún ánægð vel ég alla hlutina og grúppa það. Nú er ég komið með formið sem er svona eins og bein í laginu. Nú ætla ég að búa til útlínur hérna meðfram. Ef að hlutur minn væri, segjum sívalingur eða kassi, þá væri einfaldasta leiðin að duplicata formið, breyta því í hól, halda shift inn og minnka það. Ég ætla að fara hérna aðeins ofar, þannig við sjáum það betur. Svo aligna ég eða miðjujafna. Þarna var hluturinn minn aðeins ofarlega, ég ætla að færa hann aðeins neðar, hann gangi inn í bláa beinið. En sjáu þið, út af því að hluturinn er óreglulegur, þá verða brúnirnar ekki jafnar. Þarna er frekar breið og annars staðar allt of mjó. Þessi aðferð gengur einungis ef að hluturinn er, hvað maður að segja, symmetrískur. Þannig að í önnur aðferð er það íta á hlutinn, íta á export og velja SVG. Svo ítum við import, choose file, finnum skrána sem við vorum að exporta, hún ætti að vera SVG hérna efst. Hér er mikilvægt að íta á art, ekki artboard, art og import. Hér kemur þá annað bein og í stikunni hérna erum við núna komið með fleiri valmöguleika. Í fill mode ætla ég að velja inner line, sem þýðir að hann býr til svona eins og línu innan af teikningunum minni. Corners vildi ég hafa round, quality í það hæðsta og line width eða þykktin get ég bara dregið stikuna til og séð hvað ég vil hafa brúnirnar þykkar. Ég get líka bara ýtt á töluna og skrifað inn og erum að muna að nota punkt, ekki komið. Þannig ef ég ætla að hafa 1,5 þá þarf ég ýta á 1,5. Þetta er flott. Þá ætla ég að setja brúnirnar alveg á meðfram bláa beininu. Þá vel ég báðar hlutina, ýti á align og ég vil hafa þetta nákvæmlega þarna í miðju og nákvæmlega í miðju. Þetta lítur vel út. Þá sé ég að brúnirnar eru allt á háar. Vel þær, dreg það niður. Ef hann hoppar svolítið, ég vil fara á milli 4 og 5, þá get ég farið í snap grip hérna á hægri hönd og valið til dæmis 0,1. Það þýðir að hann færist 0,1 í hvert skipti. Sjálfgefið færist allt 1 mm, en þegar við erum að gera svona fíngerðarvinnu þá þurfum við oft minna. Að lokum vel ég bæði brúnina og bláa beinið og grúppa það. Nú er þetta orðið 1 hlutur og þetta lítur vel út. Ég ætla að búa til lykkjuna hérna efst til að festa þetta á ól
hundsins míns. Ég get notað til dæmis þennan hring, það er sívaling, og ég mæla alltaf með að breyta strax size upp í það mesta. Hér er það 128 sem ég get gert mest. Wall thickness, þetta er mjög þægilegt oft þegar maður er að byrja að velja wall thickness þarna. En þetta er svona aðeins skallað. Ég ætla að sýna ykkur það núna. Ef ég skrifa hér 1,5 sem væri þá sama þykkt og brúnirnar á bláa beininu. En ef ég nota síðan hvítukassana til þess að minnka það, þá helst þykktin ekki rétt. Og þið sjáu að talan í valstikurum minni breytist ekki. Þetta er oft verið að tala um þetta, er svona hálfgerður galli í forritinu. Ég get annarkvort látið hringinn vera samsíða í rauninni neðri brúninni, en þegar ég skoða þá sýnist mér að verða svolítið mjótt og veiklulegt, þannig ég ætla að láta frekar en að ná allri þykkt sem ég get. Þannig ég vil frekar að hringurinn nái upp að efri brúninni. Ég ætla alltaf að miðjujafna bara til ég sjái að það sé örugglega sem ég vil. Sjáu, nú gerði ég neðri brúnina og þá sé ég að hann er svolítið mjór og þetta er svona álagspunktur í merkinu. Þarna hengur þetta í ól hundsins, það er gældýrsins, þannig að við viljum fara tilbaka, reyna að ná sem mestri þykkt sem við getum, þannig ég læt að ná upp að efri brún. Þá sjáum við að hringurinn er þarna inni sem ég vil ekki. Tek í kassan, dreg hann þarna inn á beinið og læt hann fara yfir appelsingula þar sem ég vil ekki, sem ég vil reyna að skera af. Endanum velja appelsingulahringinn og kassan, ít og grúp. Þá er ég búin að skera af honum. Þetta er nú bara til þess að sýna ykkur að það komi og að taka smá sneið þarna úr. Að lokum velji hringinn og beinið og geri grúp og þá er þetta bara allt að koma, lúkkar mjög vel. Þá er að setja nafn, þá dreg ég textann hérna ofan á, það er mjög mikilvægt að draga hann alla leið ofan á beinið. Stundum lætur hann eitthvað astanlega, þá bara veljum við aftur textann, förum í stikuna og þá allt í einu breytist þetta. Ég skrifaði hér Nói með öllum stórum stöfum, það má náttúrulega bara skrifa það sem maður vill. Nú er ég aðeins bara að hugsa út í hönnunina, hvað vill ég hafa nafnið stórt, hvað vill ég hafa staðsett. Hér eru 4 mismunandi litugerðir sem eru í boði í forritinu og ég get bara farið í gegnum það sko og hvað mér finnst passa vel. Þetta lítur vel út, ég ætla aðeins að minnka þetta. Ég ætla að velja bæði beinið og nafnið og miðjujafna það. Nú sé ég að stafirnir alltaf háir, þannig ég ætla að lækka þá og reyna svona að hafa jafn háa og brúnirnar í kring, eða jafnvel aðeins lægri. Það hlífur stöfunum þannig að það er ólíklega að þau brotni af. Þó ég hafi miðjujafna, finnst mér samt svona fagurfræðilega séð finnst mér betra að hafa þetta aðeins lengra til hliðar. Ég ætla svo að velja réttu litina, beinið á að vera blátt og stafirnir eiga að vera hvítir. Nú ætla ég að gera böndul, þá vil ég bæði nafnið á beinið og ýti á þennan takka. Það þýðir að það hreyfist og saman en hérna heldur sínum litum. Nú ætla ég bæta við símanúmerinu undir og til þess að breytum sjónarhorn þá finnst mér gott að halda niðri vinstri takkanum á músinni og draga það til. Á grunni breyti sjónarhorn.
Þá ætla ég að draga hér inn texta. Hann kemur sjálfkrafa á hvolfi, það er allt í góðu, við breytum því. Ég ætla að skrifa hérna inn símanúmer. Þegar það er komið ýti á textan, þá eru hér örvar og ég get dregið það, haldið inni og dregið til hliðar. Þá hoppar það í gráður, en ef ég tók þetta aðeins lengra þá get ég hoppað um 1,1 gráðu. Annars held ég að hoppa um 45 gráður. Svo gerir ég stærðina bara sirka eins og ég vil. Það er gott því að þetta eru mjög lítil merki að reyna að hafa símanúmerið með eins breiðum og stórum stöfum og maður getur. Þetta er orðið svo mikið smáatriði að við viljum halda öll inni. Vel hérna leturgerðina og þá vil ég að símanúmerið gangi inn í beinið. Ég ætla að byrja að minnka það. Það er oft gott að miða við að það sé svona það bil 2 millimetrar. Ég gæti nota hér þríhyrninginn til þess að ýta því alveg upp, en eiginlega þægilegra er að ýta á drop to work plane. Það þýðir að hann bara fari og verði alveg samsíða vinnuflutunum. Hér er mikilvægt að sleppa ekki takinu á símanúmerinu eða textanum, því þá verður svo erfitt að reyna að ná því aftur. Þannig slepp ekki takinu. Nú þarf ég að gera gat fyrir stafina. Þá tvöfalda ég þá og breyti því í hól. Held inni shift og ýti á beinið, þannig ég er búin að velja bæði og grúppa. Nú sjáum við númerið svolítið betur. Það þýðir að það er búið að gera gat í bláa rammann, þannig að símanúmerið passi akkurat inn í það gat. Ég breyti því í hvítan litin sem ég vildi. Nú er ég bara aðeins að fara yfir, er þetta ekki örugglega allt eins og ég vil hafa þetta. Mér finnst oft gott að skoða inni, þá ýti ég hér á solid og transparent on. Það sé ég inn í hlutin. Það verður smá gegnsar. Þá sé ég líka að stafirnir, þeir ná ekki alla leið í gegn. Við þurfum að passa það. Annars kemur símanúmerið speglað hinum megin við. Og viljum að stafirnir liggi ofan á flötunum. Nafnið sem Nói liggi ofan á flötunum og símanúmerið gangi inn í flötun. Þegar hún alveg ánægð, þá nefni ég skjali, ýti hér á textan, skrifa myndir fyrir Nói og mér finnst oft gott að hafa litina, blátt og hvítt. Til þess að prenta þetta hér í FabLab, þá ýtum við á Export og Object eða OBJ. Ef þetta væri einn litur, þá myndum við velja STL, en út í að við erum með bláan og hvítan, þá viljum við OBJ. Þetta kemur sem zip-file að með minni. Já, og við þurfum að unzip þetta. Ég er í Mac, þannig ég bara tvísmelli og þá unzipar þetta. Ef þú ert í Windows, þá hægri smelliru og ég held að standi uncompress. Minni það. Eða extract, það er eitthvað svoleiðis. Heyrðu, Bamboo Studio, hann talar við prentarinn. Við ýtum hér á plúsinn, finnum hlutun okkar og opnum. Hér segir hann, ég veit ekki hvað litur þetta eru. Þannig að þú segir blái hérna númer 5, það er ekki til litur númer 5, þannig að þú segir að þú vilt reyna að hafa númer 4 og hvítur 3, vel númer 3. Þessi 1, 2, 3, 4 eru uppi, það eru litirnir sem er í prentunum akkurat núna. Þannig að þau eru bara að sjá hvað litur eru hvað. Þetta lítur mjög vel út. Ef þetta kom ekki í mörgum litum, þetta var bara 1 litur, að þá þarf þetta að fara hér í stikuna efst, velja afspjaldið, fara í stikuna efst og gera split by objects og velja svo hvern staf fyrir sig og segja hann var hvítur. En þetta lítur bara mjög vel út. Út af því að við erum að gera símanúmerið undir, þá viljum við breyta aðeins stillingunum
og þá fer ég hér í Global, sem þýðir bara þetta á við alla hlutina, fer í stækkunarglerið og skrifa wall generator, skrólum aðeins niður, þannig við finnum þetta, wall generator, staðan fyrir classic ætlum við að gera kann ekki alveg segja þetta. Þetta þýðir allan að við viljum frekar að þetta sé þessi stilling. Förum svo aftur í stækkunarglerið, skrifum hérna elephant foot. Það er sjálfkrafa 0,15 en við viljum hafa það 0. Þannig við strókum út hérna 15, höfum það var 0, flott. Þá ít ég slice plate. Hér er hann að búa til G-kóðan, segir tekur 32 mínútur að prenta þetta. Þetta er samtals 8,6 mm á efni og ég get skoðað eins hvort þetta sé ekki örugglega, líti ekki allt vel út. Þá get ég dregið hérna stikuna hægri hönd niður, þá sé ég lag fyrir lag hvernig prentarinn er að fara að prenta þetta út. Aðeins áhyggjur að nógu sé í svolítið mjóum stöfum en sjáum hvort það náðist ekki samt. Símanúmerið undir, þú líka að sjá hvernig það kemur út, þá fer ég í neðsta lagið eða lag númer 1 og dregst á stikuna hérna neðst niðri, dreg hann til hliðar þá sé ég hvernig hann er að fara að prenta þetta. Hann prentar stafina fyrst og svo nafnspjaldið. Er ekkert endilega betra að stafirnir séu fyrst en þetta samt lítur bara vel út. Það er lítið innfill, við sjáum hann að ferningarna sem býr til, þetta er bara svona fyllingin, innfillið. Sé líka brúnirnar og stafirnir eru ekki í sömu hæð sem ég finnst samt gott því að þá hlífir það aðeins stöfunum. Að lokum ger ég print plate og hann tengist sjálfkrafa, það eru 2 prentar hérna Alga og Líf. Líf er sá sem ég vil velja og við erum alltaf að passa að það sé örugglega kíkja í prentar og sjá hvort það sé ekki texture plate sem er hérna PEI plate. Þegar skoða ég spólurnar, þetta ekki örugglega rétt staða spólurnar, jú, horfa prentarinn til flott, þá ít ég á print. Það er oft góð svona regla að standa fyrir framan prentarinn þegar hann er að prenta fyrsta lagið bara til þess að sjá að það gangi ekki allt vel. Því svona first layer eða fyrsta lag, það er svona getur sagt til hvort að prentið muni heppnast eða ekki. En bara gangi ykkur vel.